Komið sæl, ég heiti Æsa Sigurjónsdóttir og ég dósent í listfræði og greinaformaður í listfræði við Háskóla Íslands. Í dag ætla ég að kynna fyrir ykkur 2 námsleiðir sem eru í boði í meistaranámi í listfræði. Annars vegar að ræða listfræði með áherslu á listasögu og fræðilegar rannsóknir á alþjóðlegri og íslenskri myndlist, en hins vegar að ræða þjálfun í sýningargerð, miðlun og sýningarstjórnun fyrir þá sem vilja afla sér þekkingar á sviði sýningarhalds, listgagnrýni og miðlunar myndlistar í hinum ýmsu stofnunum, í fjölmiðlum og í galleríum eða söfnum. Í báðum tilvikum samt verið að vinna á sömu forsendum, það að segja horfa á og greina myndlistarverk og ræða og skrifa myndlist í samhengi við alþjóðlega listorðræðu. Ég ætla aðeins að tala svolítið samsetningu námsins og svona útskýra fyrir ykkur kjarnan og skyldueiningar og það sem við köllum val í náminu. Nú sérstaða listfræðinámsins í Háskóla Íslands sú að kennsla skipulögð að hluta til í samstarfi við myndlistadeild Listaháskóla Íslands, sem þýðir að nemendur skólanna þeir deila námskeiðum í sömu tilvikum og vinna saman á ákveðnum verkefnum til að mynda sýningargerð í listasafni. Auk þess þá byggir samsetning námsins á þverfaglegu samstarfi við aðrar greinar svo sem hagnýta menningarmiðlun, safnafræði, þjóðfræði, hagnýta ritstjórn og myndlistarnema eins og áður var nefnt. Heimsóknir á listasöfn og vettvangsferðir á sýningar eru hluti af náminu. Auk þess sem ferðir á mikilvæga alþjóðlega listviðburði svo sem Feneyjatvíæringinn, dokumentasýninguna í Kassel í Þýskalandi hafa verið skipulagðar og safnaferðir erlendis hafa einnig verið hluti af náminu. Þið sjáið að listfræði og sýningargerð, miðlun og sýningarstjórnun hvort tveggja nám sem byggir á 120 einingum. Kjarninn í listfræðinni eru 20 einingar en síðan bundið val 30 einingar. Ég kem betur á þessu síðar. Valnámskeið í listfræði eru 40 einingar og síðan lokaverkefni sem meistararitgerð og hún 30 einingar. Þetta svolítið öðruvísi í sýningargerð, miðlun og sýningarstjórnun. Þar kjarni námsins 40 einingar, bundið val 20 einingar og valin námskeið eru því fleiri, þar að segja 30 einingar og þar af hægt að taka til dæmis 20 einingar í starfsnámi í safni eða gallerí. Nú náminu lýkur eins og í listfræði, þá lýkur því með 30 eininga lokaverkefni. Kjarnanámskeiðin þau eru 2 og þetta eru sömu námskeiðum í báðum námsleiðum. Það að segja fyrra námskeiðið heitir List og samfélag í samtíma og seinna námskeiðið listgagnrýni og sýningarstjórnun. Námskeiðið List og samfélag í samtíma, það fræðilegt 10 eininga námskeið þar sem nemendur afla sér þekkingar með því að lesa og ræða nýjar rannsóknir á sviði listfræði. Í námskeiðinu eru listfræðilega forsendur samtímaðarinnar teknar til endurskoðunar og listvettvangurinn eða listheimurinn eins og við köllum hann stundum, kannaður með hliðsjón og samspili lista við ólíka greinar, sagnfræði, heimspeki, bókmenntir, kvikmyndafræði, mannfræði, jafnvel landafræði og félagsfræði. Námsefni fyrst og fremst á ensku og þar að ræða bæði fræðibækur og fræðigreinar. Nú í síðara skyldunámskeiðinu, listgagnrýni og sýningarstjórnun, sem líka 10 eininga námskeið, þá koma nemendur til með að beita þekkingu og aðferðum í verki, vinna að undirbúningi sýningar, textaskrifum og gerð kynningarefnis í tengslum við sýningarhald. Námskeið að hluta til unnið í samvinnu við meistaranám í myndlist í LHÍ, auk þess að nemendur eiga þess kost að eiga í samstarfi við Listasafn Háskóla Íslands og önnur viðurkennd listasöfn. Námsleiðin, sýningargerð, miðlun og sýningarstjórnun eins og þið sjáuð á glærunni svolítið öðruvísi. Hún deilir sem sagt þessum 2 kjarnanámskeiðum með nemendum sem hafa valið listfræðina en auk þess að þá eru 2 námskeið til viðbótar, ritstjórn og fræðileg skrif
og síðan námskeið sem heitir nýsköpun frá hugmynd að afurð. Nýsköpunarnámskeið kennt á vegum hagnýtrar menningarmiðlunar, þannig að þið sjáuð ef þið berið saman þessar tvær leiðir að þá þeirra sem sagt hluta til kenndar sameiginlega en síðan að hluta til þá skiptast nemendur í önnur námskeið og valið ekki jafn mikið í sem sagt listfræðinni og í sýningargerð og sýningarstjórnun. Þannig að skörunin talsverð en nemandinn sem velur annarkvort listfræði eða frekar sýningargerð sem námsleið, hann í rauninni að svona beina áherslunni í svolítið aðra átt. Í sýningargerðinni þar námið praktískara getur við sagt, en í listfræðinni þar námið fræðilegra, eða það unnið á fræðilegri forsendum og þar meira sem sagt verið að kafa ofan í fræðilega orðræðu fagsins. Nú inntökuskilyrðin í báðar þessar námsleiðir að þau eru BA-nám, BS-nám eða B.Ed.-próf og það skilyrði að nemandi sé með fyrstu einkunn. Einnig það skilyrði að nemandi hafi í sínu BA-námi unnið að minnstakosti 10 eininga lokaverkefni. Nú að öðru leyti geta nemendur sótt meistaranám þeir geta komið úr ýmsum áttum og í hvert sinn sem að nemandi sækir við höfum einnig talsvert af fólki sem að hefur stundanám erlendis frá að þá sem sagt grunnnámið metið. Lokaverkefnin, þau geta verið að mjög ólíkum toga og þá það raunar áhuga svið hvers nemanda fyrir sig sem að segja til hvaða lokaverkefni hann velur sér og hann velur þetta verkefni í samtali við sinn leiðbeinanda. Nú, ef að nemandi í listfræði að velja sér efni fyrir meistararitgerð, þá yfirleitt áhuga sviðið fræðilegt og þá oftast kafar hann ofan í einhverja fræðilega orðræðu en það getur líka verið af einhverjum sagnfræðilegum toga, það að segja listsögulegum toga. Verkefni í sýningargerð, miðlun og sýningarstjórnun, það getur verið praktískara og þar getur nemandinn til dæmis unnið að sjálfstæðri rannsókn í tengslum við sýningargerð eða einhvers konar miðlun. Þannig að tækifærin, þið sjáuð að þetta ansi fjölbreytt nám sem teygir sig yfir í mjög margar áttir í okkar samfélagi. Og það nú þannig að myndlistin og listheimurinn hér á Íslandi að hann hefur sífellt verið að stækka á undanförnum árum, söfnunum að fjölga, galleríunum að fjölga og við höfum séð það að okkar nemendur, þeir hafa fengið störf mörg hver inni á þessum stofnunum. Þannig að sá sem hefur lokið meistaraprófi í listfræði, hann hefur náttúrulega þann möguleika að halda áfram og til dæmis fara í doktorsnám. Nú ef ekki, þá getur hann hins vegar unnið á ýmsum stofnunum, hvort sem að það eru listasöfn, hann getur unnið við rannsóknir, hann getur sett upp sýningar, nú aðrir þau vilja frekar fara inn á minjasöfnin, svo líka að ræða alls konar menningarlegt samstarf, það getur verið inn á fjölmiðlum, það getur verið dagskrágerð, greinaskrif, alþjóðlegt samstarf eða ritun og rannsóknir í samtímalist almennt. Nú, nemandi sem að líkur sýningargerð, miðlun og sýningarstjórnun, áhrifasvið hans kannski fyrst og fremst að vinna við sýningargerð, hvort sem að það inn á safni eða hvort sem að það sjálfstæður verktaki. Hann getur farið og til dæmis stofna gallerí eða unnið á gallerí og hann getur þjónusta listamenn á ýmsan hátt, verið í vefmiðlun eða unnið við aðra fjölmiðlun. Nú, ég hvet ykkur til að bara hafa samband og þið sjáuð á glærunni að þar boðið upp á ýmsa leiðir til að hafa samband við okkur inni í listfræðinni eða inni á hugvísindasviði.
Já, takk fyrir.